Góðan daginn, gaman að sjá okkur. Já, ég sést Friðrik, forritari, voru að vinna hjá Colibri. Við erum að vinna með tryggingamiðstöðinni, það er TM og erum að nota Kubernetes þar. Við erum að vera hægt á sem við byrjum. Við erum að vera á raun í hálft ár og ég ætla að tala um þetta í dag, okkar reynslu á þessu. Útskýra hvað vandamál við erum að leysa, hvernig við notum Kubernetes á TM og Þú vorum að tala í mikrofónum aðeins. hvað er mikrofónum? Fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Það ég verð að standa hérna bara. Ok. Já, sem sagt, svo við byrjum nú bara aftur. Ég er sem sagt að vinna með tryggingamiðstöðinni og við erum að nota Kubernetes til þess að keyra infrastruktúrinn okkar, allar okkar lausnir sem við erum að smíða og erum búin á raun í hálft ár og búin að vera að vinna daglega með Kubernetes í 1 ár. Og eins og ég segi, ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvernig við erum að nota þetta, hvað vandamál við höfum lent í og svo að lokin draga þetta saman og segja ykkur hvort og þá hvenar ég myndi mæla með að nota Kubernetes. Til að setja hlutin í smá samhengi, þá erum við sem sagt að vinna með TM, þetta er teymi. Nei. Æ, fyrir ekki. Jú, eða eitthvað, sko. Fyrst hún er komin? Já, fyrst hún er komin, komdu. Sem sagt þetta er teymi að einstaklingum sem eru bæði frá Colibri og TM og við erum mest búin að vera að vinna í innri lausnum. Mestu hluta kóðanum skrifaði Angular og JavaScript. Skrifum öll ný verkefni í dag í React og TypeScript og notum mikið að testum og skrifum mikið testur. Þetta er arkitektúrin okkar, þetta er basically nokkri vefir og undir þessu eru microservices. Allt í allt 30 vefir og þjónustur. Við erum með nokkur ytri kerfi sem við þurfum að tala við og svo erum við með gagnagrunn þarna undir. Þú ekki halda á þessu? Og já, við erum semst að nota Kubernetes fyrir vefina og microservicesna á þessari mynd. Af hverju vorum við að þessu? Við vildum einfaldlega lausnin sem við vorum með myndi gera allt það sem hún á að gera, hún virki rétt. Hún sé alltaf uppi. Við vildum stytta tímann frá hugmynd að fullbúnu feature raunumhverfi. Ideally helst að ná að deliver einhverju bara innan dags ef það kemur inn hugmynd á morgni. Eins með bugga, við vildum geta brugðist hratt við, komið þeim á raun og hætta að hugsa það. Og síðast en síst, eins öfusnúð og það hljómar, þá vildum við ekki hugsa rekstur. Hvað er Kubernetes? Og hvernig hjálpar okkur að leysa þessi vandamál? Áður en við förum þangað þá þarf ég eiginlega að taka smá hliðarskref og útskýra Docker. Ég ætla að gera það mjög hratt, mjög high level og útskýra bara það sem ég þarf að útskýra til þess að við getum skilið Kubernetes. En sem sagt með Docker þá getum við búið til staðlaða reiningar, containera til að keyra hugbúnaðinn okkar eins allstaðar. Þessi container inniheldur kóðan, runtime, öllu library og öllu tól sem þú þarft fyrir hugbúnaðinn. Þannig að með Docker þá fáum við reproducible runtime sem keyra eins allstaðar. Þetta er einföld Docker-skrá og Docker-skrá er ekkert annað heldur röð á skipunum og þarna erum við að nota Ubuntu stýrikerfi sem grunnmyndina. Við erum að installa Node.js, við erum að afrita einhvern source-kóða, installa dependency og svo keyrum við upp Node-serverinn okkar. Ef ég keyri Docker build á þessa skrá, þá er ég komin með það sem við köllum Docker mynd, sem er Docker image. Þessa mynd getum við svo keyrt upp með Docker og þá er þessi container keyrandi á vélinni minni. Það sem við getum síðan gert til þess að geyma og deila Docker myndum er að við pússum þeim í registry og registry er ekkert annað en bara server sem getur geymt Docker myndir. Og þegar ég er komin með myndina mínu þangað, þá getur hver sem er sótt þessa mynd með að gera Docker pull og hann getur síðan keyrt hann upp hjá sér. Og þetta keyrir eins hjá honum og eins hjá mér, alveg óháð því hvað stýrikerfi við erum með. Og við getum þar af leiðandi einfaldlega installað, já, akkurat. Og þetta getum við sett upp Docker á raunumhverfinu okkar og testumhverfinu og devumhverfinu. Þá þurfum við ekkert að vera að installa Node.js þar til þess að koma þessari litlu sætulausn á raun. Aðeins en það
það nokkur vandamál, þó Docker einfaldi okkur lífið alveg gríðarlega mikið, þá eru nokkur vandamál sem það skilur eftir á borðinu. Til dæmis eins og hvernig mannsum við þessum container, hvernig höldum við utan útgáfur á hann, hvernig tryggjum við að containerin sé alltaf keyrandi, hvernig skölum hann sjálfvirkt, hvernig rúlum við tilbaka útgáfur og svo framvegis. Og það einmitt þetta sem að Kubernetes gerir. Og þetta sem sagt open source project frá Google og skrifað í Golang, byggir á hugbúnaði sem heitir Borg og kemur frá Google og þeir nota til þess að keyra sinn infrastruktúr á. Kom fyrst fram á sjónarsviði 2014 og útgáfa 1 2015 sumarið. Við getum gert Kubernetes í skýinu, við getum gert það ofan á virtualization, ofan á vélar sem við búum til með virtualization og eins líka bara á bara bare metal. Þetta allt hægt en það bara misauðvelt og mismikill stuðningur. Þannig að hlutir eins og self-healing, autoscaling, automated rollouts og rollbacks, þetta allt hluti sem við fáum með Kubernetes og lykilatriði hérna eiginlega containerized applications sem þýðir að einingin sem við erum alltaf að vinna með eitthvað í container. Af hverju Kubernetes? Við völdum Kubernetes eiginlega fyrst og fremst út af því að kollegar okkar hjá Colibri hefðu notað Kubernetes í önnur verkefni, reyndar á allt öðrum skala. Þá erum við að tala multi-cluster setup í mismunandi heimsálfum og high availability og allur pakkinn, en meðan við erum bara alveg á hinum enda skalans. Við höfum líka eigin reynslu af Kubernetes í pet projektum í skýinu og það hafði reynst vel. Skýið eða járn. Fyrsta tilfinningin var einfaldlega að fara með lausnina beint í skýið. Stundum lífið ekki svo einfalt að nokkrir forritarar geta ákveðið að skýjaveða eins og eitt tryggingafélag, bara þegar langar til þess. Þetta svona aðeins stærri ákvörðun en það. Og svo má alveg fara rauk fyrir því að ef þú átt járn, þá bara keyrir á járni. Ef þú átt járn og kannt að reka það. Þannig að við erum að keyra Kubernetes inn í TM á hardwareinu þeirra. Og við ákváðum bara að bíða ekkert eftir einhverju ákvörðun skýjavæðingum, heldur bara fórum áfram og sáum líka að þessi vinna við að Kubernetes aðlausnina, hún myndi gagnast okkur ef við farum í skýið. 2 hugtök hérna. Þetta bara mjög lítið Kubernetes cluster og svo við séum á sömu síðu þá erum við með master sem stýrir clusternum, svo erum við með nóður og nóða bara vél sem með Docker á sér og getur keyrt containera og þú getur síðan nota masterinn til þess að dreifa containerum þínum á milli véla. kubectl command line tól sem við notum til þess að stýra clusternum okkar. Kannski verðt að minnast á það hérna í þessu dæmi þá master greinilega single point of failure og það eitthvað sem við bara mátum sem svo að væri alveg ásættanlegt fyrir það sem við erum að gera. Við bara vitum að því og lifum með því. Ef við ímyndum okkur við ætlum að búa til Kubernetes cluster, þá það fyrsta sem við þurfum að gera við bara segjum Kubernetes taktu þessar vélar, þær gegna þessum hlutverkum og búið til cluster. Og hérna erum við að segja við viljum fá cluster með 3 vélum. Fyrsta vélin á að vera master og node og hinar eiga að vera bara nóður. Ef við varum að gera þetta í skýinu þá var þetta mun einfaldari skipun. Þetta væri bara cube up, AFS, 5 vélar og þá var það komið. Þegar ég komið keyrandi cluster þá þarf einhvern veginn að koma lausninni minni á clusterið. Og það fyrsta sem ég geri að skilgreina deployment. Deployment hugtak sem inniheldur upplýsingar æskilega stöðu í clusternum. Þannig að þú segir einfaldlega taktu þetta segir einfaldlega hvað á að keyra sem við köllum podda og hversu mörg eintök eiga að vera keyrandi, replica sets. Þannig að poddar eru safn af Docker containerum, yfirleitt bara 1 og replica set basically bara sér að réttur fjöldi af poddum sé alltaf keyrandi. Ef það eru of margir poddar keyrandi þá drepur replica seti podda þangað til æskilegum fjölda náð. Ef það eru of fáir þá störtuðu nýjum poddum þangað til æskilegum fjölda náð. Við látum Kubernetes fá þessa skilgreiningu og það sér bara að viðhalda henni. Þannig að eins og hérna þá erum við að segja taktu Nginx container og ég vil hafa 3 eintök af honum keyrandi alltaf. Og strax hérna erum við komið með strax hérna erum við komið með self-healing. Þannig að á þessu leveli
þá sér Kubernetes það bara að það alltaf 3 Nginx poddar keyrandi. Ef við myndum bara vilja hafa 2 Nginx poddar keyrandi, þá myndi ég taka skilgreiningunum mína breytinni, þannig að eins og það stendur hérna replicas 2, láta clusterinn fá þessa skilgreiningu, clusterinn myndi sjá, ok, það mismunur á raunveruleika og æskilegri stöðu og skala niður. Í Kubernetes þá eru poddar, þeir eru mortal og hver podd hefur sína adressu. Og þetta þýðir ef að Nginx podd fer niður, þá reynum við ekkert að restarta honum, það er bara að starta nýjum podd og nýr podd fær nýja adressu. Þannig að hvernig getum við látið þjónustur tala saman ef við getum ekki treyst á fasta adressu? Til þess notum við hugtak sem heitir service. Kannski fara eitt tilbaka og verðt að benda á hérna að við labelum líka poddan okkar. Stendur hérna labels app jafnt á Nginx. Svo búið til service og service í raun og veru ekkert annað en skilgreining á setti á poddum og hvernig hægt að tala við þá. Og hérna sjáum við neðst að þetta service tekur alla podda sem eru labelaði með app jafnt á Nginx. Og service, þannig að þetta service getum við talað við í gegnum nafnið myapp og porti 8765. Þannig að núna erum við komið með cluster sem við getum deployað fullt af serviceum á og þau geta allar talað við hvort annað. Á þessu leveli getum við raun og veru líka gengið út frá því að við getum load balansað í gegnum service á milli poddan okkar og það sem við getum líka gengið út frá er raun og veru rolling updates að ef það á að uppfara yfir í Nginx útgáfu 1.8 það sem er gert er að servicið sér bara það tekin eitt podd niður og þá sér servicið að öll traffíkin fer á poddi sem er lifandi. Og við spónum upp nýjum podd sem er nýju útgáfunni og þá fyrir við að ráta traffík á hann. Til þess að tengjast þessum þjónustum utanfrá, þá notum við hugtak sem heitir ingress og þetta er í raun og veru ekkert annað en bara regla sem segir öll incoming traffic á clusterinn á einhver ákveðin tegund, á einhver ákveðin slóð og eitthvað ákveðið port, hún á að fara á þetta service. Það sem við erum komið þá með hérna er að við erum með allar skilgreiningarnar á clusternum okkar, öll þessi deployment, podda, replica sets, ingress og service. Þetta er bara texti, þetta er bara kóði sem við geymum í YAML-skrám, sem er bara yet another markup language og við geymum þetta í source control. Þannig að við erum með infrastructure as a code, ef við viljum kalla það, og við erum með source control cluster. Þannig að við getum tekið niður cluster, sótt bara allt YAML-ið okkar út Git repository, hendi í nýtt cluster og þá erum við komið með allt keyrandi þar. Þetta er sem sagt skipunin kubectl ég var að tala um hérna áðan og þetta er bara command line sem ég get keyrt hvaðan sem er ef ég hef aðgang og réttindi til þess að stýra clusterinu. Útfærslan okkar á þessu, ef við ímyndum okkur að þetta séu 3 Kubernetes cluster og við erum einfaldlega með forritara sem er með verkefni sem maður vill keyra í Kubernetes. Það er þá tvennt sem hvert verkefni þarf. Það þarf Docker-skrá fyrir konteinerinn og svo þarf þetta líka YAML-skrá fyrir allar cluster skilgreiningarnar. Og það sem við gerum einfaldlega er að forritarinn pússar þessu inn í Git repository og við það fer að stað build. Þetta build keyrir öll testin okkar og ef þau passa þá tökum við Docker-skrána og við pússum henni í registry. Þegar það er búið þá fer að stað annað build sem er raun og veru bara automatic deployment og það sem við erum að gera hérna er að við erum bara að keyra kubectl á cluster skilgreininguna fyrir þetta verkefni. Og þróunarumhverfið sækir þá skilgreininguna úr Docker registryinu og plæjar henni á clusterinn sinn. Mér finnst þetta er raun og veru svolítið líkið í þessu, þetta er ótrúlega öflugt og ótrúlega töff. Veit ekki svona hvort ég geti alveg útskýrt gróðan af þessu en þetta er svo auðskalanlegt í því sens að búa til nýja þjónustu, búa til nýja vefi. Þú þarf bara YAML-skrá og þú þarf bara Docker-skrá og svo bara tékkar inn og svo bara er þetta komið.
Þetta er líka svo öflugt í því sensi að þetta er það er sama setup á öllum umhverfum, þróunarumhverfi, prófunarumhverfi og rekstrarumhverfi. Og það sem síðast en ekki síst, þá erum við raun og veru að hugsa alveg frá fyrsta checkinni hvernig við ætlum að reka lausnin okkar. Ætla ég load balansa, ætla ég skala sjálfvirkt. Þannig að eitthvað erum búin að læra af þessu. Sum þessara atriða sem tíðin til hérna eru mjög Kubernetes specific, önnur minna. Sum eru einfaldlega bara hliðarafurð af því að við tókum upp Kubernetes og breyttum arkitektur og fórum að vera meira ábyrgir fyrir rekstrinum. Og það er náttúrulega fyrsta sem ég held að allir ops viti, að rekstur er alveg viðbjóðslega tímafrekur. Það er svolítið lærdómskurfa að komast inn í Kubernetes, sérstaklega ef þú ert að keyra Kubernetes á þínu eigin járni. Flest þau vandamál sem við lentum í voru beintengt því og hefðu ekki verið nein vandamál í skýinu. Að setja upp Kubernetes cluster í skýinu í dag er alveg ótrúlega einfalt. Mér fannst líka ákveðin lærdómur að ops verkefni er ekkert það sama og dev verkefni, þú þarft aðeins að skipuleggja þetta öðruvísi. Hvað eigum við með þessu? Okkar markmið er að cluster sem er komin í einhver ákveðu stöðu geti keyrt út í hið óendanlega án þess að þurfa nokkuð input frá ytra kerfi eða einhverja mannlegar aðgerðir. Það þýðir að við þurfum að automata backup, logga, henda gömlum Docker registry myndum svo diska fyllist ekki. Og þetta þýðir líka sem dæmi að Kubernetes clusterinn má ekki vera háður Docker registry til þess að keyra. Við lentum til dæmis í því að Docker registry okkar fór niður, það var ekki hægt að pússa eða púlla myndum þaðan, sem á ekki að vera neitt vandamál fyrir rekstrarumhverfi, en rekstrarumhverfi okkar fór niður. Það var vegna þess að allir poddarnir okkar þegar þeir drápust, þá var það skilgreint þannig að þegar Kubernetes ætlaði að starta nýjum, þá notaði það ekki lokal myndina sem var með á disknum, heldur fór það alla leiðina í Docker registry til þess að sækja myndina þangað. Það var bara stórt config fail. En þetta var raun og veru ótrúlega einfalt að leysa þetta. Þetta var bara breyting á YAML-skrálanum okkar og pússaði. Kubernetes er ekkert að hjálpa okkur með þetta. Venjulega eins og ef ég ætla að deploya B þá þarf ég fyrst að deploya C og D. Þú þarft eiginlega sjálfur að gera þetta og þú þarft eiginlega sjálfur að skilgreina deployments og rollbacks bara í buildkerfinu þínu. Og það er hægt að nota Kubernetes labela til þess að grúppa saman einingar og þannig rúlla tilbaka og deploya, en við höfum ekki gert það, frekar bara ákveða að nota Jenkins. Þetta er svolítið stórpunktur, bara ekki gera þetta sko. Þetta er bara leti. Það er svo mörg atriði tengt þessu. Fyrsta er að ef þú ert með skilgreiningu á clusterstöðu sem segir ég ætla að nota Nginx latest og ætla svo að deploya nýju Nginx latest og það er búið að breyta myndinni í Docker registryinu, þá er Kubernetes alveg sama. Það sér bara að þetta er sama mynd, latest og gerir ekki neitt. Annað, þetta getur þýtt að þú ert með 3 umhverfi, 3 Docker container kennir þetta á þeim, allir merkti latest, ekkert sami containerin, þú veist ekkert hvað ert með í höndunum. Og þriðja er í raun og veru að Kubernetes skilur latest sem pull always. Þannig að alltaf þegar pod drefst, ætla að restarta nýjum, þá reynir ég að sækja hann úr Docker registryinu og þá erum við aftur hann háð því. Kubernetes er með hugtak sem heita liveness probe og readiness probe. Þetta er raun og veru notað, þú getur skilgreint sem liveness probe, það er raun og veru bara health check sem þú skilgreinir, er allt í lagi og þú skilgreinir nákvæmlega hvað á að gera og hversu ofta á að keyra. Og ef að það skilar neikvæðri niðurstöðu, þá er raun og veru Kubernetes gerir það bara drepur þann pod og starta nýjum. Readiness probe er svo bara keyrt þegar þú ert að starta nýjum container og ef þú ert ekki með neitt readiness probe skilgreint, þá skilur Kubernetes það þannig að þessi container sem þú ert að starta, hann sé tilbúinn að taka á móti traffic leið og hann er komin upp. Þannig að þú getur til dæmis ennþá verið í containerum að reyna að ná gagnagrunnstengingu eða keyra einhverju uppaskriftur og svo framleiðis. Eftir að við skilgreinum þetta rétt, þá deployum við innan dags og það verður engin var við neitt. Þetta er mjög gott hugtak og við notum Kubernetes secrets til þess að halda utan lykilorð og tókena, minnkar kúpling og
náttúrulega eykur öryggi á vissu leyti. Þá þurfum við ekki að geyma þessar upplýsingar í Docker skránum okkar. Við þurfum ekki að vísa í þær í clear text í YAML skránum eða láta Jenkins eða buildvélin okkar injecta þessu. Við einfaldlega vísum í þær eins og hérna. Bara vísum í þær með nafni á hverju klusteri. Logging. Kubernetes er ekki með neina innbyggða logginglausn, en það er alveg fáránlega einfalt að taka einhverja þekktar logginglausnir og láta þær keyra með Kubernetes. Það er raun og náttúrulega bara eitthvað nauðsynlegt. Þú þarft að hafa central logga þegar þú ert með þjónustu eða kerfi sem er brotið niður í margar þjónustur. Monitoring Kubernetes er náttúrulega eina grunnstoðum Kubernetes. Semst á pod leveli, að ef pod fer niður þá sér Kubernetes bara það og það er bara flawless. Á nóðu leveli þá sér master líka það að ef að nóða drefst þá getur hann búið til nýja. En það er ekkert í Kubernetes allavega ekki sem ég veit sem að fylgist með clusterum. Þannig að það sem við gerum einfaldlega við byggum bara til lítið tól sem við keyrum á öllum clusterunum okkar og þau eru hvert að fylgjast með hvort öðru. Og aftur alerting, Kubernetes er ekkert að hjálpa þér hérna og við höfum ekkert farið mjög langt í þetta. Við fáum alert ef að vefur fer niður eða þjónusta fer niður eða cluster fer niður, en við fáum engar alerts ef að til dæmis vefur er hægur eða óeðlilega mikið af villum eða eitthvað svoleiðis. Þetta er mjög mikilvægt. Þú getur bara sagt nákvæmlega þessi pod má bara fá svona mikið af resursum og þetta er mjög mikilvægt sérstaklega í svona litlum clusterum. Þess að þá getur að missa eina nóðu er bara mjög dýrmætt og við lentum nákvæmlega í þessu með logging podan okkar sem að skipta engu máli fyrir reksturinn en voru að taka alltaf mikið CPU. Hérna er ég fyrst og fremst að tala um það að lausnin sem þú ert að smíða, að þú þarft að vita nákvæmlega hvernig hún er að performa. Mæla allar aðgerðir og all þjónustugöll. Þetta var mjög mikilvægt og bjargaði okkur oftar en einu sinni. Til dæmis fyrst eftir að við fórum í loftið, þá settum við í loftið og strax morgunin þá fóru notendur að kvarta. Það er allt svo hægt og við náttúrulega trúðum því ekki. Og þá gætu bara farið beint í mælingarnar og séð að við höfum rangt fyrir okkur, vefurinn var auðvitað drullu hægur. En þetta leiði okkur að vera bara ótrúlega analytic. Við vorum bara með baseline sem við þurftum að ná og gátum tvíkað clusterinn til þangað til við vorum komnir með það performance sem var ásættanlegt. Þetta er mjög mikilvægt og eins og Stefán var að tala áðan um öryggi. Mér langar að minnast á tvennt. Við tókum sem sagt útgáfu af Kubernetes og keyrum hana á Ubuntu vélunum okkar og hún kom default með dashboardi. Þetta var mjög flott dashboard, allir höfðu aðgang á því. Þurftir ekkert að logga inn eða neitt. Þarna kannstu sé stöðun á clusternuðinum og svo kannstu líka bara drepi podda ef þið langaði til þess. Og það gáttu bara tryggingar á hvað það gert þetta ef það langaði til. Eða við svipið til það. En við náttúrulega lokuðum strax á þetta. Annað þá voru öll secrets aðgengilegi clear text í gegnum Kubernetes apan sem var alveg magnað að komast að. Það var alveg, já, við náttúrulega lokuðum strax á það. En þetta bara svolítið kennur okkur, eins og Stefán var að segja, við höfum að byggja framework með öryggi í huga og kennur okkur líka að við getum ekki gert ráð fyrir því eitthvað sem við tökum og er kannski cutting edge eða bleeding að það sé öruggt by default. Við þurfum eiginlega kannski bara að gera ráð fyrir akkurat hinu. Þetta er kannski svolítið stór fullyrðing en fyrir þessa meðal veflausn sem er brotið niður í fullt af microservices og með litlar einingar sem eru vel skjalaðar með testum, þá er svo einfalt að henda þeim bara og skrifa ég fekk hérna gula spjaldi, datt alveg út sko. Já, þá er svo einfalt að henda þeim bara og skrifa nýja þjónustu nýja þjónustu í nýju tungumáli. Og þetta er mjög mikið frelsi og þetta gefur okkur frelsi til þess og hvetja okkur til þess að prófa nýju tungumál. Og eins ætti þetta líka að segja okkur að við eigum að velja rétta tólið fyrir verkefnið. Ekki bara vera JavaScript bulla eða .NET bulla eða hvað það er. Við deployum miklu oftar. Við erum að deploya svona að meðtala einu svona dag. En í þessu samhengi þá er ekki nóg að vera komin með eina infrastruktúr og það er ekki nóg að vera með microservices. Þú þarft líka að brjóta niður öll dependency. Við vorum með gamlan Angular monolith, brutum niður fullt af microservices,
en það var alltaf smá dependency á vefinn sjálfan og það kom alveg löng tímabil þar sem okkur langaði að deploya einhverju en gátum það ekki út af því að það var eitthvað breaking change á trunk í gamla monolithinu. Þannig að þú þarft líka að hugsa út í vinnubrögð, þú þarft að nota feature switcha og þú þarft að brandsa þegar hún gerir stærri verkefni. Örlítil samantekt til að summera þetta allt upp. Ég er alveg ótrúlega hrifinn af Kubernetes og það er svo auðvelt að prófa þetta að ég mæli hiklaust með að gera það. Svona nokkur atriði sem þið þurfa að hafa í huga. Að reka Kubernetes tekur tíma. Þetta tekur miklu minni tíma ef það farið beint í skýið. Og ef þú ert með lausn sem að mun lifa eitthvað áfram, þú ætlar að vera í stöðugri þróun með hana og hún er kannski mögulega á leiðinni í skýið einhverju náinni framtíð. Þá myndi ég keyra Kubernetes á bare metal. Og eins ef þú þarft að hafa góða stjórn á rekstrarumhverfinu. Og annað sem mér finnst alveg frábært er að þó að Kubernetes sé tól sem er búið til þess að keyra cluster af svo margfalt stærri gráðu heldur en við erum að keyra. Ég held að útgáfa 1.5 styðji 2000 nóður, við erum að keyra 3. Að þá er það bara einhvern veginn ekkert fyrir okkur. Maður er aldrei liðið eins og maður sé með einhverja sleggju þegar maður á að vera með lítinn hamar. Þannig að Kubernetes keyrir lítil cluster ótrúlega vel. Smá aukaefni. Þetta er fyrirlestur bara hversu geðveikt það er að nota DevOps og ef þið þurfa að samfæra einhvern þá myndi ég að horfa á þennan. Og svo er þetta tutorial sem er nú verið að þungar að fara virkilega djúpt í Kubernetes og þurfa að reyta nokkur hár, þá myndi ég skoða þennan. Þarna ertu bara að setja upp Kubernetes cluster bara í skýinu frá grunni. Það ert að gera allt handvirkt. Og að lokum, við erum heitt til aðgera. Það er svo margt sem við getum gert sem forritarar. Við erum ekki bara forritarar. Við erum ekki að láta neinar ákvarðanir fyrir ofan okkur stoppa okkur í því að halda áfram og gera flotta lausnir tæknilega og láta lausnirnar okkar virka vel. Og hlutverk okkar er að skila virði til notenda. Takk fyrir. Spurningu, þá höfum við aðeins pláss fyrir þær. Já, vá, hérna, já. Já. Hann er alveg fyrir utan. Bara, þú veist, við erum í TM, þá er bara aðeins 400 kerandi þarna undir. Og poddar er náttúrulega stateless, sko, þannig að þú vilt ekki vera með grunninn þarna inni. Þannig að við erum ekkert að spá því og þurfum kannski bara kostur. Þurfum ekki að gera það. Hvað segirðu? Skoða Nei, í raun og veru ekki mikið, sko. Nei, en við, sko, þegar við vorum að taka þessi ákvörðun, þá var Docker Swarm að koma og það vekk rosa mikið heit á spjallarásum. Við skoðum það ekki, sko, en það var svolítið svona, þetta er ekki production ready. Það er svolítið. Þetta var seinast á vor. Já, ég hef bara ekki skoðað síðan og þú veist, það pluss reynslan og aðgengið að knowledge-inu sem við höfðum í öðrum kolibríingum sem voru að gera þetta fyrir Icelandair, það var eiginlega svona lykil element, sko. Já, sko, við deployum á dev, svo erum við svona sjálfvirk test og ef þau eru græn, þá deployum við á test. En á production það er bara gert í höndum, sko. En það sem er svo fallegt við þetta, sko, og skemmtilegt er að þú komin svo litlar einingar, þá er ekkert bara, þú veist, ef við erum automatic deployment á raun, þú veist, þú getur þá tekið bara einhverja litla lausn og sagt fyrir þessa lausn ætla ég að vera með automatic deployment á raun. Og það er svolítið það sem við erum að reyna langar að vera núna, byrja bara smátt þar. Já, Jenkins er svolítið svona master hérna í þessu. Já. Já, Helmsmann, er það ekki rétt að mér? Kemur úr grísku. Akkurat. Og logoð er örugglega komið þaðan. Einhverjar, já, endilega. Já, sem sagt, sko eins og Ubuntu, þegar við erum að nota hana, þá náttúrulega sækja hana bara af netinu.
En við erum með private registry sem við keyrum on-premises. Já, og það er bara keyrandi innanhús í raun og veru. Ég held að það, nei. Hvað segirðu? Já, sem sagt bara af Docker Hub.